Komið sæl og blessuð og velkomin í 9. þátt af styrktarþjálfaranum. Gestur þáttarins í dag Aron Már Björnsson, styrktarþjálfari Breiðabliks í knattspyrnu og hefur verið með karlaliðið núna samfleytt síðan 2017 en hefur þó verið viðloðin kvennaliðið líka og verið að þjálfa þær í gegnum árin en hætti með þær held ég hann hafi sagt fyrir 2 árum síðan. Það gaman að heyra hans í Aroni og svona heyra hvað í gangi á bakvið tjöldinni á þeim og hans hlutverk hjá klúbbnum og hvernig það hefur þróast með tíð og tíma og það hafa nú þetta komið mismunandi þjálfarar á þessum tímabili sem hann hefur verið að þjálfa hjá klúbbnum og gaman að heyra hvernig áherslurnar hafa breyst í gegnum það. Og þetta mjög merkilegu tími hjá Blikum þessa dagana sem þeir eru fyrsta íslenska liði sem að taka þátt í Evrópu, riðlakeppni Evrópu þegar þeir eru núna í Conference League og það nú 1 leikur eftir þegar þessi þáttu kemur út og vonandi gengur þessum allra best á móti úkraínska liðinu í Póllandi. En að venju erum við með samstarfsaðila með okkur í liði og við byrjum með Wow Hydrate sem eru sem sagt drykkur sem fullkomið öll tilefni og má segja það núna að Manchester United eru nýjustu samstarfsaðilar Wow Hydrate og þetta frábær vara sem þetta stútfull af söltum og vítamínum og sérstaklega D-vítamínum sem mjög mikilvægt á þessum dimmu mánuðum sem núna standa hér á Íslandi. Þetta frábært til að hafa í kringum æfingar og í kringum leiki og einnig sem sagt High Five frábær lína sem hérna hágeða vara fyrir íþróttafólk og í vörulínunni þeirra eru kolvetnablöndur, orkugel og sölt og fyrir fólk í íþróttum skiptir miklu máli að líkaminn fái sitt eldsneyti og þegar það þarf að geta performað í leikjum. Nú þetta alls konar æfingamót farin af stað þannig að mjög gott að vera með góða orku hliðina sér á bekknum í hálfleik til dæmis. Og orkugeli frá High Five getur eins mjög dýrmæt orka í hálfleik og til að geta keyrt upp orkustigið á nýjan leik í seinni hálfleik og þessar 2 vörur, Wow Hydrate og High Five eru vörur sem fást í fitnesssport og fitnesssport hefur einnig mjög mikið á öðrum gæða vörum sem henta vel fyrir þá, til dæmis núna fer að styttast í það að margir þurfa að fara í eitthvað bulking season eða aðrir þurfa að kötta niður, þá alls konar prótein og alls konar brennsluefni einnig til hjá fitnesssport. Þótt að kannski íþróttafólki þurfum meira að fá hérna próteinið og allar þessar endurhæfingar, endurheimtar vörur, þá kannski eru einhverjir sem að hlusta á þætti sem þurfa samt að fara í einhverja geinera eða einhverja fitubrennslu töflur. Unbroken einn af stærstu styrktaraðilum bestu deildarinnar og þeir hafa verið með okkur frá upphafi. Og virkni Unbroken margþætt og þú getur notað hann til að jafna orkunni við daginn og færð þess að jöfnu orku í gegnum náttúrulegar sem sagt afurðir, ekki bara sykur og koffín og Unbroken tekur ferskt og heilt prótein og laxi sem launkeðja amínósýrum og það gerir Unbroken einmitt sérstakt þetta laxaprótein sem einfaldara fyrir líkamann að brjóta niður þessar próteinsamsyndir sem svona líkara eðlilegri meltingu mannsins og líkaminn eyðir lítil sem engri orku í meltingun á Unbroken og því hefst virknin einungis á nokkrum mínútum eftir inntöku og steinefnin og vítaminin Unbroken sem styrkja ónæmiskerfið veita orku og efla heilastarfsemi og eins og ég segja það engin gervisykur, engin sykur og ekkert koffín heldur bara B12, zink, selen og prólín. Og svo þetta eru áfram með okkur hinni frábæru Biobú og ég var nýlega í hagkaupverslunin út á Eiðistorgi og þar einmitt rakst ég á kjötbollur og nautahakk frá Biobú og ef einhverjir fylgja mér á Instagram @toppþjálfun þá sáðu þið að ég postaði þessari mynd þannig ég mæli hiklaust með því að þið farið að sækja ykkur þessar glæsulegu og frábæru vörur frá þeim. En aftur á móti Biobú þekkt fyrir fleira heldur en frábæra kjötvörur heldur líka sérstaklega kannski gríska jógúrtir og þeirra mjólkuvörur sem sagt eru þekkti fyrir það að vera með sérhæðar sem sagt lífrænt unna mjólkuvörur og það sem geggja við það að við fáum hérna hærra gildi af lífsnauðsynlegum fitusýrum eins og omega 3 og CLA þannig að ef við erum til dæmis að bölka þá getur gríska jógúrtið verið algjörlega frábært í okkar vopnabúr til að byggja upp okkar vöðvamassa ásamt því getur verið frábært að nota mjólkina þeirra sem kemur beint frá beint frá bíli og getur til dæmis blanda það með prótein sem til dæmis hægt að kaupa í fitnessport og þá eru komið með alvöru neglu og ég fæ mér stundum með mitt bara mjólk, prótein, yfir til dæmis Vítabix og þá ég komið með frábæra morgunverð.
Aftur á móti, nóg að því. Ég er mjög ánægður að vera með þessa samstarfsaðila með mér sem allir nýtast íþróttafólki á einn eða annan máta því að þetta eru matvörur og þetta eru líka vörur sem hjálpa við endurheimt og geta hjálpa okkur að afkasta betur. Komið nóg að mér og nú skulum fara að hlusta á Aron Má ræða sig og sinn feril hjá Breiðablik. Gjörðu svo vel. Sæll Aron. Sællum. Blessaður, hvernig ertu í dag? Ég er góður. Það er gott að heyra, velkomin hérna í skúrin. Já, bara takk fyrir að fá mig, flottur skúr. Já, takk fyrir það. Þetta er 9. þáttur af styrktarþjálfaranum. Ertu búin að hlusta á okkur? Búin að hlusta á hvern einasta þátt. Hinn einasta þátt, það er tímanum vel varið þar. Heyrðu, byrjum nú aðeins að ræða þig. Þegar þú er styrktarþjálfari Breiðabliks, kalla og kvennamegin í knattspyrnu. Hvernig hefur þinn ferill mótast og þróast í styrktarþjálfarabransanum í gegnum árin? Já. Upprunalega var ég bara frjálsíþróttaþjálfari og það var bróður minn svona sem ýtti mér svolítið í þetta. Hann svona henti í mig, einhverjum, bara fylgdust með þessum köllum, fylgdust með hvað þeir segja og þetta var Charlie Francis, þetta var Dan Puff, þetta voru svona legend sko. Þessi klassíku kallar. Og ég fór bara að fylgjast með þeim og þetta bara make a sense og þú þekkir hann sjálfur þegar þú ert að hlusta á einhvað og hann er að segja einhvað og þú hugsa bara já, auðvitað það bara make a sense, þetta er ekkert flókið sko. Og svo fer maður bara inn á æfingar og ég var í skóla hendi einhvern fyrir rútuna en alltaf maður fer inn á frjálsíþróttaæfingar hjá einhverjum félögum og fer bara að horfa á hvernig fólk er að æfa bara viku inn og viku út og svo bara meiðast þau og svo koma það aftur inn og það var að gera nákvæmlega sama hluti og hún var að gera síðustu 3 ár, svo voru það allir meiddir, alltaf meiddir og maður bara, hvað er í gangi hérna? Af hverju? Þannig að þá fór maður bara að grúska aðeins meira og bara í góðu samstarfi, bara samskipti við bróður minn og alltaf að spurja hann að þín og þessu og hann einhvern veginn bara svona ég og hann og Einar sem er sprettbúrstjálfari í FH við vorum svona grúppa sko, alltaf að íta einhverjum upplýsingur af hverju öðrum og spá í hvernig við varum að gera hlutina. Hann er til dæmis búinn að fara út og hitta Jonas Dodú nokkru sinnum sko, þeir eru fellar. Ok. Og þannig að hann hefur komið Arabra í tengingu við Já, okay. Hann Ari Bragi var að þjálfa að æfa hjá honum og byrjaði þar og þar fór Ari Bragi líka í Altís systemi og það sko. Þannig að löngu áður en Altís varði eitthvað þá var ég bara að glósa yfir YouTube af fyrirlesturum hjá Dan Puff sko, bara eitthvað, hann var bara að segja mér, herðu já, banani, hann Magnús Jón gott að fara að sofa eftir það og ég bara ekki glósaði allt sem hann sagði og bara heilaði sannleikur. En svo náttúrulega bara einhvern veginn læri maður sitt en eins og veist bara, þetta bara svona sumt bara make a sense og það er bara svona klikkar eitthvað hjá þér og þú bara, já, auðvitað það var svo létt að vinna út frá því fattar mig? Klárlega. En hvernig byrjaði þú annars? Af hverju fórst þú í það? Heyrðu, það er löng saga sem skiptir ekki máli í dag. Nó, ok. Ég skal leyfa þér kannski að taka mig í podcast á þeim daginn, það væri geggjað. Já. En ok, þú byrjar í frjálsum og ert þar í x langan tíma. Yes. Og hvenær ferðu svona inn í fótboltaheimin? Sko, þetta var þannig, ég var með Tindastól í körfubolta og ég byrjaði með Tindastól þegar voru í fyrstu deildinni og þá vann KR fyrstu titili sinni í efstu deild, þannig að alls ekki fyrsta. Nei, þeir tóku rönnið. Svo var ég með Tindastól sem sagt næstu 5 ár, þannig að öll ánum sem ég var með Tindastól þá vann KR deildina sko. Ok, þannig þú þarft að fara aftur í Tindastól svo KR Karvan fara að vinna alla titla aftur. Já, eiginlega sko. Þannig að og svo var ég alltaf að þjálfa frjálsar einhvern veginn með því sko og svo var ég ekkert búin á bekknum hjá Tindastól á Írleik og ég hugsaði bara djöfull er þetta miklu skemmtilegra að vera einhvern veginn svona hlutið einhverjum hóp og þú veist svona einhvern veginn bara svona allt stússi í kringum þetta allt sko og ég vissi að Breiðabliks kvenna vantaði styrktarþjálfara og ég var að vinna með Sonny á þessum tíma, fekk bara númerið á hann hringdi í hann, þetta var kannski bara egocentrist, ég veit það ekki sko og sagði hann bara, herru ég skal koma inn, ég get sagt ykkur hvað er að gera vitlaust, það er enginn að hlaupa rétt, ég get sagt þér það, það er allir að hlaupa vitlaust, það er allir bara að vinna í 4 mínútna lótum, alveg saman hvað er sendingar eða possession eða spil, það er allt bara 4 til 8 mínútur, svo skilur ekkert í því að allir raufast ekki inn á vellinum
Já, þú veist, Steini var þetta mjög góður í þessu, að maður eiga það. Bara eitt besti þjálfari sem unni með þarna, sko. Hann skilur þetta mjög vel, sko. En, þú veist, ég var allan að koma inn með eitthvað svona hugmyndafræði, kom með einhvað svona til að byggja á. Og hún leist bara mjög vel á það, tók mig hann inn og í framhaldinu tók Arnar Greta sem ég líka inn, sko. Já. Og það var bara svona mín fyrstu kynni að vinna með fótboltamönnum, sko. Annars var ég ekkert, kom ekkert nálægt fótbolta. Og þetta hvað, 2015? Nei, þetta er 2000 Þetta er 2017. Já, þetta svona rétt áður en Milos kemur svo inn í... Já, svo bara já. Arti reikinn til 2 leiki og Milos kemur og allt það hafari, sko. Ok, þannig þú er búin að vera þarna alveg, hvað, þetta er 6 ár, hvað, 7 tímabil kannski? Já, 17, já, 7 örgla sem ég var klára síðast. Já, passar. Já. Ok, þetta er skemmtilegt og þú er búin að vera þá bara involverað í kall- og kvennaliði þannig lagað síðan þá. Já, ég hætti þetta með stelpunnar, sko, fyrir ári síðan. Bara alltaf mikið að gera, sko, maður bara, þú veist, þetta bættist alltaf bara einhvern veginn við verkefnin og svo áður maður vissi að maður bara, já, bara með allt og mikið á sinni könnu, sko. Þannig að svona, það verður eitthvað undan að láta hérna, sko. Og þú ert auðvitað líka að vinna eitthvað hjá MK. Já, svo er ég með afreksviði upp í menntaskólanum í Kópavogi og Daði. Gengur bara frábælega og þetta er greinilega eitthvað sem er þarft á hérna Íslandi. Þetta er náttúrulega mjög vinsælt út á Norðurlöndunum og hefur reynst mjög vel og við erum bara að gera þetta svolítið íslenskara, sko, skilur, þetta er miklu persónubundana, sko, þú veist, út í því nálaðin svo mikil á Íslandi, það er svo létt að, þú veist, ég ringi bara í Hákon Sverri, sko, þú veist, og ég ringi bara í sjúkraþjálfarann, þú veist, ég hitt hann hverjum degi. Ég skil þig. Þannig að nálaðin svo mikil á Íslandi, það er svo gott að vinna með það. Nákvæmlega. En hver er þín svona menntun sem hefur hentað vel inn í þitt starf? Ég er mjög þakkláttur fyrir mína menntun. Ég fór í master í HR, BS og master í íþróttafræði og masters námið var frábært út af því að ég fekk að velja mér bara verkefni sem tengdust þjálfun og þá kom hann að gestafyrirlesar sem voru bara íþróttasálfræðingar frá Chelsea og eitthvað og frábæri svona þjálfarar og næringafræðingar sem voru bara búin að vinna út í heimi með toppfólki og þú veist, þetta var geggjað, sko. En þú veist, aftur á móti er þú veist 5 ára nám fyrir það sem þú ert að gera það er kannski alveg overbort, þú veist, ef þú ert mjög áhugasamur tilbúin að læra og þú veist, ég get alveg fakta, ef þú fengir eitt hérna tvítugan indi því núna og hann segir, ég ætla að borga 50, ég ætla að borga 70 skall á mánuði, ég ætla að koma hérna hverju degi, ég ætla að fylgjast með öllu sem þú gerir og láta mig þjálfa á hvað sem er en ég ætla að drekka í mig og ég ætla að taka við fótboltaliði hérna eftir árið segðu mig bara allt sem þú veist þú veist, þessi gaur verður 100 sinnum meira tilbúinn og veit 10 sinnum meira heldur en eftir 5 ára háskólanám, sko. Það er svolítið málið. Allan á þessu gera, sko. Líka, þú fær sérhæfingunum það, þú veist, bara maður tala sjálfur um háskólanám, það er rosalega víðtækt. Já. Og á Íslandi, þótt að við séum með allan að 2 háskóla sem kenni þetta, þá er þetta rosalega kennslu með það. Já. Og það er miklu meira með og þá sem þetta búið í íþróttakennara heldur nokkuð tíman afreksþjálfara. Já. Og sérstaklega BS-nám. Ég veit svo sem ekki hvernig það er í dag, sko. Það var það þegar ég var, sko. Já. Og kannski þú líka. Já. Ég er svolítið gamall. En þú veist, bara góðu grunnur og bara gott að geta þú sest niður og lært og þú veist, ég ætla ekki að dismissa námið, sko. En þú veist, þetta er... Og það er líka bara eðlilegt, við erum í það litlu samfélagi að það er miklu erfiðara að reka þessar deildir undir ákveðinu bara, þú veist, ef við stefnum bara á afreksvið, bara í hinn áttina, bara með þetta. Þannig að auðvitað, ef við þurfum að fara í ákveðina sérhæfingu þannig lagað og þetta er þekkt í erlendis, þá er það bara svona internship og það er oftast í kringum háskólanum þar sem menn bara og konur fara í eitthvað félög og fá þannig aðgengi inn í klúbbana. Það er rétt, sko, það er rétt. Og það er til dæmis eitthvað sem mætti vera meira inn í háskólanámi hér frá mínu sjónarhorni er að í staðinn fyrir að sé kannski 3 vikna starfsnám að basically hluti af einhverju stærra samhliða BS verkefni eða eitthvað svoleiðis væri það að vera starfandi í þessu umhverfi kannski á önnur á sama tíma. Er þeir eru búin að senda nefndu til þína, ekki? Jú, en það er alltaf 3 vikur, sko. Og það er kannski, þú myndir vilja sjá heila önn bara í þessu konsepti, og fríti vinnuafl líka, sko. Til að minnka álægi á manni, en auðvitað, það er alveg frábært og stundu fékk maður, sko, jafnvel 3 nema og munurinn á HR og HÍ
í þessu er alveg rosalega mikil því að HR eru þeir miklu meira hands-on og fá meiri tilfinningu fyrir sem er í gangi Já, en í HÍ var bara oft bara einhver falnandi í hotni með glósubók og var meira að fylgjast með hvernig þú myndir gera hlutina sko. já, hann var bara einhvern veginn svona að observa hvernig Já, á meðan að háir þannig að- kannski meira nákvæmlega, en ég held samt ef þú vilt virkilega sérhæfa þig á þessu sviði og fara kannski meira inn í fótboltaheimin og verður að gera þetta gegnum háskólanum þá þarftu bara frekar að fara erlendis Já, það er bara svolítið já, stað í gegnum námið sko, kannski eða bara koma til þín, fylgjast með þér hanga með mér, það er ekki gaman líka Já, það líka það er ekki það því sko en þarna, hvert svona er þitt hlutverk hjá félaginu og á hverju berð þú helst ábyrgð í þínu hlutverki? Já, Engu? já, nei, helst ekki neitt sko, henni því gott sko Nei, við, sko, maður reynir náttúrulega að halda, þú veist til að hafa þetta einfalt þú vilt bara halda fólki heilu þú vilt hafa alla leikmenn klára í alla leiki alltaf, skilur svo ertu náttúrulega, þú ert alltaf að reyna að bæta sig að verða betri og alltaf og það er náttúrulega bara finnst mér basic, en þú veist, pointið er alltaf þú vilt hafa alla leikmenn klára í 90 mínútur í hverjum einstaleik og ef þú veist þú þekkir það sjálfur, bara ef einhver þessi betur fyrir ekki langt í því, sko en ég hugsa bara, ef einhver er að hlaupa upp fram með eitthvað og ég myndi bara sjá hann rífa á sér haminn ég myndi ekki sofa, sko Það er svolítið þannig ég væri bara að skoða öll prógram sem ég væri búin að gera og ofan á það fyrir lík maður verður svo ruglaður sko og finnur hérna spíti upptökur Já, og þú horfir á hreyfingarnar fyrir, eftir já, og hvað gerist í mómentinu svona 10 sinnum ef einhver hérna lendir ykkur í vesenni en svo má aldrei ekki gleyma því nú er ég fann aftur að ég blæður of mikið ég ætla kannski ekki að alveg að grípa fram í fyrir þið með þetta allt en svo getur líka verið þú ert með besta prógram í heimi varandi þetta en svo kannski einstaklingurinn illa sofinn já, illa nærður, já. búin að drekka lítið af vatni ekkert magnesíum og svo ertu búin að skoða öll prógram og reyna að finna út einhverja dítel og svo er þetta eitthvað allt annað sem hefur áhrif sko. já. En svo er það líka bara eins og þú þekkir, sko svo er þetta bara og það er eitthvað sem að þyrfti að hafa gerst þá bara inn í klefa eða fyrir æfingu eitthvað bara, heyrðu, hvernig ertu kallinn minn? Heyrðu, ég er þetta handónum, ég er prófið í gæri eða morgunni svaf ekki neitt, er ekki búin að éta neitt þá svona, já, heyrðu, það er enda hérna mördiból eftir eða skilur Já, 100% þannig að þú veist þetta bara var kannski konstið í einu meðslum sko sem það hefur annars lent í bara með þessu samtali og það er líka bara mjög mikið eins og maður hefur gert núna sjálfur allavega, þetta er annað sísón sem ég er að gera þetta bara daglega að menn verða bara að skila inn spurningalistum Já, og þá finnst þér að virka? Mér finnst það virka hjá þeim sem gerir þetta alltaf Já. en það er alltaf sömu abaheilarnir Já. og sem maður þarf alltaf að vera að banka í hausin á Já, sem geta ekki munað þetta já, en já, ég hætti þessu hef, sko Já það, ég nefnilega hef séð þetta með til dæmis svefnin og allt þetta og geta að skrifa texta líka hvað er kannski að sem bjátar á og getur maður líka bara spjalla við á fyrir æfingarnar og þá er maður búin að sjá þetta allt fyrir í staðin fyrir að sé að reyna að fela eitthvað fyrir manni Varst þú alltaf að kíkja á þetta bara? Já, Klassi það er bara byrjaði ég alltaf vinnudaginn á Þetta því er alltaf gott talking point séu og settir hérna lítið eða bara, já, ok Tekið sko, stelpunum voru þessi hjá okkur sko það er orðið bara aðrænandi ógeðslega leiðilegt Já, og Þolið ekki sko þetta er ekkert að skemmtilega sem þú gerir en á móti Ég er kannski gefur bara þetta svo svo ógeðslega góðar upplýsingar til þetta stýrt álæginu betur Já En þetta var svona, mér fannst þetta ekkert vera að segja mér út af því að ég lapp alltaf á allan hópin og er ekkert eðla smeðilegur og astanlegur oft sko Þannig að þú veist Sumið þú er ekkert að segja heldur neitt við mann Nei, það var og hinn sagði eitthvað þá verður að segja saman hann Já eða hún En ég tók eftir eins og þeir sem voru í framhaldsskóla í prófum og svona þá sá maður sá alveg greinlega bara, ok, heyrðu það er eitthvað í gangi hérna Nei, þetta virkar, ekki láta mig dismissa þetta Nei Það er bara ég að vera astanlegur sko, kannski núna Já, ég Búinn? Heyrðu þarna, ekkert mál þarna hugmyndafræðin þú sagðist að tekið rosalega mikið frá allt í skörunum eins og Stu McMillan og Dan Puff og svo varstu búin að fara eitthvað inn í Jonas Dótúrgla líka eins og sagðir aðan og varstu að tala um hann sagðir eitt nafn sem ég ekki mani Charlie Francis Ertu helst að sækja þína hugmyndafræði í frjálsýrta heiminni eða hefur þú stækkað þetta engul eitthvað? Já Sko, þetta var alltaf upprunalegt því að þetta var einhvern veginn, ég var frjálsýrta þjálfari sko Svo núna einhvern veginn að maður komin í salin meira og fyrir maður kannski að leita þanga meira En bara til að hafa þetta þannig að ég fari ekki að neymdroppa hérna 100 manns og engi skilur neitt og ef einhver er að hlusta á þetta og er bara svona ok, hvar á ég að byrja þetta er svo flókið og margir sem eru það er svo margir sem er á Instagram Já, það er bara staðan sko En hérna, þú veist sko, að lesa training system með Charlie Francis og lest hana svo bara aftur ef þú skilur hann ekki på 10 lest hana þá bara aftur fyrir mig
og skildu bara konseptið, þú veist, ég er ekki að segja þetta sé rétt eða ránt, en bara skildu konseptið, þú veist, hvað af hverju ertu að gera þetta svona, af hverju ekki svona, af hverju hann ekki gera þetta og af hverju hann gera þetta á þessum dögum og skilur, og ég er ekki að segja að það sé rétt eða ránt, ég er bara að segja, ef þú skilur það þá getur implementa allt, klárlega, og þetta er líka sko vel skrifuð og þægilega skrifuð bók, hún er ekkert of flókin, alls ekki sko, þannig að en samt þótt þú náður sér ekki í fyrsta skipti þá bara ekkert að því að kíkja aftur yfir, þetta er mjög fljótt að koma. já, bara, þú veist þannig að þú veist svona út frá henni bók þá svona bara horfir á einhvern annan þjálfara og þú bara svona skilur, ok, ég skil hvað hann á við, ég skil hvað hann meinar og veit hvert hann er að fara og þá er miklu auðveldar fyrir að implementa og því að þú er líka lent í sjálfur ég man þetta kannski versta dæminu á mér, þú veist, það var allir tekið Cal Dietz tímabil og það var allir tekið, skilur Ryan Flaherty eða eitthvað annað sem ég ekki heyrt bara núna í langa tíma. Ég flett honum upp daginn því að hann hvarf allt í hennu, hann var Trap Bar King alltaf með forsnöfnir sem hann er með fullt af flottum pælingum sko. Og hann var að vinna, hann var eitthvað head of performance á Nike mörg ár. Hann seldi bara formúlinu sín til Nike á milljónir og ég hugsa bara, þessi hverju bara með þetta, hann er með þetta og hann er með fullt af góðan pælingum hann, en svo bara hvarf hann. Ég var einmitt að hugsa daginn, hvað var hann? Ég fór bara djúpur alveg í hann sko, skilurðu, og hann á mörg podcast sem er mjög góð. Algjörlega sko, þannig að þú veist maður er bara rosa áhugasamur og svo sveiflast maður í einhver einu átt og svo áttar maður að segja, já, ok, þetta virkar sér ekki alveg svona og maður fyrir einhvern veginn að, en þú veist, þú getur alltaf nýtt þér eitthvað sko, þú bara, ok, heyrðu, ég fekk kannski ekki alveg full retard hérna í þetta, en ég get það nýtt með þessa 4 punkta hérna, þeir eru sturlaðir. Já, þetta snýst svolítið kannski að filtera út hvað henta þínu og þinni bara svona hugmyndafræði upp á, svo eru þeir oft líka bara með NFL-gæði, þú getur tekið helling úr því og þú getur ekki tekið allt út í því. Já. Þú veist, og alls konar þannig nálgun, þannig ég skil hvað þetta að fara með þessa hugmyndafræði. Ok, hefur eitthvað svona í gegnum þessi ár í Breiðablik, nú ertu búin að vera með ansi mörgum þjálfarateimum hérna, allan að kalla megin og nokkrum kvenna megin. Hefur hlutverkið þitt alltaf verið það sama? Er það búið að breytast eitthvað í gegnum þessi ár? Við erum að taka þessi spurningu off mic sko. Nei, hérna sko, jú, það hérna nei, það er ekki alltaf alveg sko. Og þú veist, kannski, þú veist eins og ég segja, þú veist, á frábært að vinna með Steina og bara, þú veist, hann bara veit hvað hann vill, þú veist, hvort þú sammálaði ekki, mér er drullu sama, hann veit hvað hann vill, hann veit hvað hann ætlast til að þér, hann er duglegur og bara, þú veist hvað þú hefur hann, það er bara geðveikt, skilur, svo segir þú bara eitthvað og hann tekur því, ef það make a sense fyrst mér, þú veist bara, ok, klassík, hérum á þetta, ef hann er ósammála, þá er hann bara ósammála og hann er head boss og þá var það bara so be it, frábært, ekki desen, svo er bara svona alls konar inn á milli og svo bara, þú veist, svo eins og þegar Óskar Hrafn og Dóri komu þá fann ég bara svona, ok, heyrðu, það eru 2 jarðýtur komnar hérna, skilur, þú veist og þær eru bara í gangi á 10 snúningum, ekki vera fyrir þeim sko, skilur, það er bara, þeir eru ógeðslega duglegir með ógeðslega skýra sín og bara, þú veist, vil ég bara gera þetta á sinnhátt, skilur, og þá þurfti maður bara svona aðeins og, heyrðu, ok, strafgar, bæði veginn, hérna, hvað með þetta og þetta og hérna og hérna, skilur og þú veist, við áttum örgulega bara svona, þú veist, ekki rifrildi en bara svona heated discussion 2 í viku, bara í 4 ár sko, bara alls konar hluti, bara því það er holdt, ekkert persónulegt, skilur, og það fannst mér líka geðveikt sko, mér fannst bara frábært að bara komin á skrifstofu eða eitthvað, segja eitthvað Óskar eða Dóra og þeir vera ekkert eðlilega ósammála með sko, finnst ég vera gjörsamlega út að skýta og þá fer einhver díalóg í gang og svo kemur einhver lending, skilur, og hver sem svo lending er, hann er head boss, ég er bara að fara, þú veist, keyra þess, þú veist, blási seglin á árabótunum, ég er með mótorinn aftan á, let's go, það fattar mig 100%. Þannig að þú þekkir þetta, eða þú veist, það er allir svona kannski með sitt 100%, því að þú ert líka búin að fara í gegnum þessi, það er uppræðanlega eins og segir Addi Gretas fyrstu dagana það verður beint í Mílos. Já, það var bara skrítið sko, það var skrítið, ég vissi heldur ekki neitt sjálfur sko, við töfum á móti Fjölni eða eitthvað svona, ég var svo ný bak við eyrun, við töfum bara leiknum og það voru allir brjálæðir, ég var ekkert brjálæður og því ég bara áttaði mig ekki á því að þetta var eitthvað sko, ég var, djúdaldur eitthvað skilur þetta, ég var bara ekkert inn í fótbolta sko, skilur þetta, liftingar hann á morgunsakar. Svo þarna kemur Mílos og hann klárar það sísón, eftir það sísón kemur Gústi, hann er í 2 ár og svo Óskar og en hvenær með þá er Steini og svo kemur Ási beint eftir hann. Já sko, hann fyrir alltaf fer í
landsliðið og Villi tekur við Já, alveg rétt. og hann svo sem, þú veist, bara, þú veist út af því að hann var bara ráðinn einhvern veginn út tímabilið, þá var hann ekkert einhvern veginn svona, herðu, við ætlum að gera þetta svona og svona, sko. Þú veist, hann var bara svona, herðu, ok, Aron og Óli og þú veist, þjálfari til mig, hvað er búin að vera að gera, hvað hefur virkað, við höldum bara áfram að gera það. Þú veist, ég get ekkert verið eitthvað, því að hann kom bara inn hann rétt fyrir tímabil og vissi að hann væri bara að redda okkur hérna úr tímabili, sko. Já. Algjörlega. En hvernig ertu að byggja svona upp æfingavíkurnar hjá þér með fílónum? Með kannski kallaliðinu annars vegar og kvennaliðinu hins vegar? Á þeim tíma, ég veit með kallaliði bara núna. Er eitthvað munur hvernig þú byggðir þetta upp eða varstu með varandi álagstýringu? Ég tala líka við styrktaþjálfara sem var alls ekki með styrktasal, sko. Skilurðu? Já, þú varst þetta með kraftliftingasalinn eða ekki? Jú, en svo þau voru svo mörg, sko, að þú komst alls ekki inn í hann, sko. Og hvað voruð þá upp í gamla herbygginu Við vorum í sporthúsinu, sko, klukkan 8 á kvöldin með strákana. Tvisvar í viku. Heyrðu, við vorum nú þar líka áður við fengum Jamie 2020, þá vorum við í sporthúsinu. Já, ég heldur klukkan 9 á þriðjudagskvöldin. Já. En stelpurnar, sko, þær komust inn í, þú veist, Smárinn með smá gym þar, sko, en þar voru frjálsarnar, körfuboltinn og svo stelpurnar. Er það litla kompan uppi? Já, og ég, þú veist, tvískipti alltaf hópnum, þannig við tvískiptum hópnum á mánudum og föstudum og svo var ég út á velli á miðvikudögum með þeim, bara taka mótstöðusbretti og einhver svona alls konar og hopp og þannig, svona stæla. Og það gekk bara mjög vel, sko. Þá líka aftur, þú veist, ég var bara að vinna með Steina, hann vissi nákvæmlega hvað hann ætlaði að stila mér, ég vissi nákvæmlega hvað hann var að fara að gera og fyrir hvað hann stóð og þetta bara, þú veist, ekkert leysi. Bara allt, þú veist, bara díalógurinn er alltaf góður, sko, hvort sem sammála honum með ósammála honum, þá bara vistu á hvaða blaðsíðu þú ert. Nákvæmlega, það skiptir öllu máli að þetta sé svolítið að fara í sömu átt. Já, en þú veist, og svo með strákunum var þetta bara, þú veist, helmingurinn í skóla og vinnu og svona, en við vorum að hittast alltaf 3. og 5. smótnum í kompunni í Smárunum. Já. En þú veist, það voru svona bara, þú veist, það voru 4 til 10 sem mættu, skilur, út af því að allir einu voru bara í skóla og vinnu og komast ekki, sko. Náðu þið 10 þarna inn? Já, kemur 12 þarna svona þokkalega, 2 fram á gangi að gera eitthvað. Já, og verður á gangi líka. Já. Eru ennþá tækið þar? Það voru bretti og grunni. Já, ég hendi þeim öllum út, sko. Ok. Já, ég hreinsaði bara og þannig að hann er frekar clean núna, sko. Bara stangir og lóð og svo bara gólpláss. Ok. Þannig þú varst með strákana þá bara þess að mótna og náður að lifta þá 2 vikum með það. Já, þá. Flott. Kemur þú eitthvað við, sem sagt, eða nálagt svona periodization pælingunum í kringum liðin? Ertu bara að sjá styrta periodizationina? Nei, þetta er náttúrulega alltaf bara líka samtal, sko, skilurðu? Já. Og þetta er alltaf bara, við vitum alveg, þú veist, núna erum við að, þú veist, lifta kannski 4 eins og við gerum þetta pre-season, skilurðu, þá liftum við 4 sinnum í viku. Já, skilurðu? Já, býtu, var það ekki þannig þið liftu 4 sinnum í viku, 1 murderball-æfing og svo leikur í bósbyggarnum? Já, við gerum það í desember. Hvernig fannst ykkur þetta heppnast? Þetta var mjög áhugaverð nálgun. Já. Þú veist, við vorum að spá í því, sko, hvenær myndum við sjá hvenær myndum við sjá árangurinn af þessu, og ég sagði alltaf, við sjáum hann bara svona í júlí, ágúst, skilur, þegar að, þú veist, álæðið þessi mest og þú veist, það er það sem við erum að gera, sko, núna. Þannig að, þú veist, jú, Patrik Jóhannsson sleitt crossbandarna bara í öðru leiknum eða eitthvað. En hann kemur samt inn í janúar, eða ekki? Jú, hann var ekki í þessari periódu. Jú, rétt, hann kemur inn í janúar. En fyrir utan hann, þá er basically bara, þú veist, það eru alltaf allir klárir, sko. Já. Og við erum búin að vera í rugluð álagi, sko. Þú veist, við erum búin að fara við fyrir yfir 60 leiki bara þetta season, sko. Þetta árnánast, sko. Já, þú veist, þetta er bara, og maður var með alls konar hugmyndir alltaf bara, byrjum allar æfingar hérna 30 mínútur inn í gymmi, fyrir svo út á völl og gerum eitthvað á græjum og geðveikt, sko, skilur. Og svo ertu bara búin að vera úti og ferðast með þessu gæjum og þeir eru gjörsamlega heilalausir, sko, svo bara leikur 2 á annað vídeofundur og þú bara, strákar, við fyrir bara út á völl, sko, ég erum ekkert að fara inn í gym, sko, sorry, sko. Nei, nákvæmlega. Það er bara, þú veist, og þá bara kemur heim og það er bara, þú er bara með 2 börn og bara með vinnu og skila verkefni og skilur, svo bara það er svona æfing á morgun kl. 2 og svo leikum við Víkinga það er 2 og þú veist, hvað ætlar að gera? Nákvæmlega. Þetta er bara ævintýri. Já. Þetta er eitthvað sem allir geta lært að ég er ekki að kvarta, ég er bara að segja, þú veist, þannig að plani sem var fyrir sumarið að byrja alltaf inn í gymmi í 30 mínútur og gera eitthvað, eitthvað sem er mobility, einhverja liftingar eða svona feed the cat, hérna, já, svona bara hvað myndur íslenska það? Bara gera lítið æfingum í hver skipti. Já, bara microdósa, takk maður.
þú veist, þá myndum við alltaf Það er ekki segja á íslensku, ég segi mikrodósa. og hérna já, en þannig að það fór einhvern veginn út úr glugga sko. En við erum byrjar á því núna aftur og því það er ekki 3 leikir á viku, Já, þannig að já, þú veist en þú veist, svo veistu bara hvernig þetta er sko. Þú veist, hversu oft hefur skrifað prógram og haldið við það. það er eins og ég segi alltaf. Og ég hef 100 sem sagt í öllu podcastin, ég skrifa aldrei bara með bleki, heldur blýjandi. Já. Ég var alltaf að stróka út og breyta því, þú Já. veist. Og það er frekar undatekningu og breytir ekki prógrami. Já, algjör undantekning sko. Bara Hvort sem það er tengt álægi eða svo allt í einu eitthvað sem lendir fyrir hnjaski eða whatever. já. Og þá er ég myndi að segja bara, þú veist, eftir því sem hún skilur prinsipólum betur, eftir því sem hún skilur Charlie minn Francis betur, það veist ekki bara hann og skilur bara prinsipólum betur, þá veistu alltaf bara, já ok, heyrðu, við vorum að fara að gera þetta hér til þess að ná þessi hérna adaptation, við getum ekki gera þetta hér, hvernig get ég fengið þetta adaptation fram á þess að gera það sem að 100%. skilur, þannig að þú veist, eftir því sem hún bara betri í þessu, því bara betri ertu sko. 100%. Mjög góð punktur. Hvernig er þetta hjá þér? Núna veit ég að þú ert að skoði kringuðum varandi tæki og tól til að bara framkvæma ákveðna mælingar. Já, En hvaða klassi. mælingar hefur þú verið að notast við hingað til? Sko allar mælingarnar næstu í, nei og sko, í frjálsónu voru mikið efnum í tímalið Já. og bara, þú veist, og það er svona bread and butter sko, svolítið svo út af því við höfðum eiginlega ekki neitt gym þannig séð og við höfðum ekki neitt svona place til þess að gera gym, þannig að þú gast aldrei keypt eitthvað tæki eða eitthvað svona dót sem gætt bara verið einhvers staðar og þú gast svona gengið í það, þannig að þú veist, hopptest, lórétt og lárétt, hlaupatest, jójótest hérna, þú veist, Arrowhead og Illinois og svona agility test og hvað sem þetta heitir, þú veist, ég búin að prófa þetta allt og þetta var, maður gerði þetta alltaf sko, þú veist, þú tókst við einhverju liði og hérna, eins og ég var með körfuboltanum sem oft í Breiðablik þegar ég byrjaði þar líka og þú veist, tókstu einhverju liði, tókstu í test hérna, svo liftingar einhverju mánuður, svo tókstu aftur í test, allir bættu sig og þú einhvern veginn, ég er kóngurinn, allir búin að bæta sig þetta, ég er búin að gera mitt, skilju, þetta er bara, þetta er 20% af starfinu, þú veist, ef þú getur ekki látið fólk bæta sig, það áttu bara að halda þessi lengst frá þessu, sko. Og það er líka málið, þú veist, að tekur 4 til 6 vikur þessi taugalega nálgun, eða aðlugun. Já. Og ef þú nærið ekki bætingum Já. með einhverjum untrained athlete eða sem hafi ekki fengið alvöru bara svona stimulation og þú nærið ekki að bæta þá, Já. þá þarf þú að fara aftur í skóla. Já, það er málið, þannig ég er svona, þú veist, ég er svona bara hægt og rólega bara svona, ég hugsa bara, hvað er þetta að segja mér, sko, hvað er ég að gera, sko? Svo er það samt þannig að því hærra sem leveli verður og sér bætingar, þá meira kannski segir hann gæði það sem þú ert að gera. Já. Og ofan á það að viðkomandi næra spila day in day out. Já. Þannig að þú veist, hugsunin er núna, og því að núna erum við komin með gym og erum komin með einhverja aðstöðu, eins og við erum að tala um á hann, þú veist, nú langar okkur bara að fá hérna, þú veist, Norboard og Force Plate og Force Deck og það er hérna gott shoutout á ertu með link in the show notes eða eitthvað á eftir að hérna hefur hýrt Soccer Genius eða? Ég veit það ekki. Sko, þetta er ekki Soccer Genius en þetta er semst, þetta hannað þetta er semst, timing gates eru dýr og fyrirferðarmikil og taka tíma Heyrðu, jú, ég fekk símtal daginn var þetta. Já, þú veist, núna er þetta bara komið app í síman og ekkert viss, Það verður að segja mig frá þessum daginn. þannig að þú veist og það ertu líka bara komið þinn prófæl í síman og svona, það ertu ekki að handskrifa niður og svo einhvern veginn vinna úr gögnum, það ertu bara, þú veist fer þetta bara svo GPS-mælar, basically þú Já. ert bara með þína tölur, Já, ég strax heyrði að þetta væri eitthvað hraðahljóð. Það er ekki 2 síma? Eða ef hvernig? þú ert með timing gate, jú, Já, já, líka já. bara saman með Bluetooth Já, virkar mjög easy, ok. en þú veist þetta þarf náttúrulega og svo er það hitt punkturinn með testið, þú veist það þarf eiginlega alltaf saman maður að gera testið og þetta þarf að vera alveg, þú veist ef þetta var eitthvað margtækt þarf þetta að vera úrst strangur á reglum, en þú veist þess vegna viltu hafa test eitthvað svona bara já, heyrðu, svo er bara hérna forsplaytið í hotninu hana, Já. 1 af þessu settum, takta á þessu þarna eða 2 af þessu settum, takta á þessu þarna og það fer bara sjálfgræn í kerfið, þannig að það ertu komið með eitthvað svona meðaltal yfir bara árið og seasonið og ekki bara daginn í dag eða eitthvað svona, bara eins og GPS-tölunar. Já, og sama kannski líka eins og með Force-Deck-in, þú getur séð hvort að viðkomandi er ferskur, hvort að taugakerfið sé reddi. Klálega. Og ef þú veist, þetta gefur miklu meiri detaila heldur en bara, eins og flestir halda bara hopptest, hoppis hátt og getur, Já. en oftast, þetta er sami svo horfur GPS-tæki, flestir með drullu saman total distance. Það er sami í hopptestum, þeir eru nokkuð drullu saman hopphæðina, Já. ef þú ert með gott contraction flight time og þarna getur myndað
x mörg vött og hvert kílóan það gefur miklu meira. Já, ég veit svona tek oft sko þegar einhver hérna þegar horfum á hérna svona lifting að hoppa ekkert eðlilega hátt sko en líka bara, þeir fara líka bara með raskatinn í golf og svo negla þessir upp sko, ég bara heyrðu ef þessi maður var í fótbolta eða körfubolta eða eitthvað var að fara að taka frákast, það var allir búin að hoppa upp ná í boltan, lenda þegar þessi var að fara að taka á loft sko. Basically transition svo hún væri búinn sko. Þetta minnir maður svolítið á svona eins og slingshot sem í svona tívolíum svona þú fer svona, veist hvað ég meina, þú skýtur þessu upp hana. Þetta er alveg impressi, ekki hérna. Nei, þetta er alveg kraftur í þessu, það er ekki, en bara málið að krafturinn kannski meira force application af þeim, því að þeir byggja rosalega á hámars aflframleiðslu. Það sem við gerist kannski í fótbolta er miklu meira bara svona velocity tengt, miklu meiri hröðun og hraði í hreyfingunni og þetta kannski liggur munurinn og þú veist, þetta eru bara tveir ólíkir eiginleikar sem mynda kraft. Algjörlega, og bara það þarf að þjálfa báða sko, annar er ekkert betri en hinn og alls ekki, og það má ekki gleyma hvorum, þú verður að æfa bæði blæ og hlutana sem er kannski meira velocity tengt hlutin, en svo verður líka stimulata í kringum 80% af hámarstyrkallaðana bara byggja stærri banka til að vinna sko. Já, nákvæmlega höldum hérna okkur við þetta blessa handrit hérna. Heyrðu, þegar leikmenn er að spila minna eða ekkert í leikjum, hvernig ertu helst þá að díla við það, sérstaklega kannski núna þið reyndar hafið náð örugglega að dreifa þokkalega á leikmenn í suma þegar þeir voru í mest álæginu, það ekki? Það voru alltaf sömu fjórar allan, þeir voru alltaf með allana ákveðna hryggjasúlu sem spilaði mest já. En svo voru nú einhverjir sem fengu aðeins að dreifa álæginu og þannig að voru kannski ekki margir sem spiluðu ekki neitt, eða hvernig var það? Nei, fáir sko, fáir sko, en það var líka sko, þú veist, eins og í pre-season það var bara, þú veist, hópurinn mjög stór og við vorum bara, heyrðu, ok, við erum klárir, þú veist, við erum bara tvö góðlið sko og svo einhvern veginn bara, þú veist einhverju seldir út og einhverju fara á lán og allt í einu stendur bara upp og heyrðu ef einn meðist þá erum við bara skilur, þetta er ekki frábært og þetta leit út fyrir að vera sko, þetta er svo fljótt að hérna breytast en við leitist alltaf eftir bara, þú veist, það er allir að hlaupa, það er allir að taka high velocity í einhvern tímann á einu sinni viku allavega eða eitthvað svona og þannig að þú horfir bara ok, við þurfum að klukka hérna high velocity leik og því að þessi hérna er kannski ekki búin að spila síðustu 2 leikjum eða eitthvað og hérna og þú veist þú þarft að fara að klukka 95% eða eitthvað og þú veist, ok, en ég er hérna á KR-vellinum og það klukkan er 8 og það er rigning og rók en ég er að fara til Vín í næstu viku eða eftir 2 daga eitthvað, skilur við þá segja, ok, ég ætla að taka núna bara sprintdistansi eða asyl og dísilið og klukka hans í það box bara og svo bara, þú veist, úti þá er ok, þá tökum við bara hitt eða eitthvað Nákvæmlega þú þekkir þetta þannig að aftur, ef þú veist að hverju íþróttin hvað íþróttin krefst að þér þá veistu þú veist, hvað þú þarft að gera og þá er, þú veist, þá segir þetta sér alveg sjálft þú veist, þarft að fara í hérna, asyl og dísil þarft að fara í sprintdistansi eða þarftu bara að fara í hérna top speed eða bara vera bara eins og við lentum oft í sko þú veist, ef það eru aldrei neinar æfingar og allar æfingar eru bara 35 mínútur eða 40 mínútur eitthvað, þá ertu aldrei á fótum bara lengur en 60 mínútur og það er kannski þoliða nákvæmlega. Þannig að stundum þurftu bara, herði þurfum við bara svolítið að, þú veist, skokka í dag og taka einhver interval og reykja bolta og bara eitthvað svona bara, ég var bara að fá fólk til að vera á fótum bara og hreyfingu, aktífir sko. nákvæmlega. Það snýst líka um það þetta snýst bara um að þú sért reddi þegar kemur að leikdegi one way or another og þá er þetta bara með allan hópin og þetta er bara luxusvandamál þegar er mikið álag geggjað bara, þetta er ógeðslega gaman sko bara geggjaður hausverkur sko Nú ertu líka búin að fá að upplifa kalla og kvenna megin að taka þátt í svona Evrópu riðlakeppnum og það er heldur betur bara flott og skemmtilegt og fékkst örugglega upplifa jafnvel ennþá stærri umgerðir kvenna megin þið voru með PSG, Real Madrid í riðli þið voru með leið frá Úkraínu Kharkiv frá Úkraínu já þannig að svo núna eru búin að heimsækja Gent, Tel Aviv og þið eftir að heimsækja Póland hvert spil í Pólandi? Þetta verður einhverjum landamærunum bara þarna í Úkraínu held ég já þetta er úkraínslið sko þannig bara ég held þetta verður einhverjum nálægt sko ok Heyrðu, hver eru þín næstu skref á ferlinum?
ekki spurning sko. Ég er allan að halda áfram í MK. Það er svona, þú veist, gengur vel og þetta er hérna, þú veist, það var hérna ráðstefna að vinna gulli hérna, Team Iceland og þú veist, allir peppaðir og gaman. En þú veist, maður finnur það líka sko, þú veist, þú ert að gera eitthvað, þú veist, alveg, þú veist, maður finnur alveg maður að gera eitthvað svona, wow, ok, djöfull er þetta þarft, bara svakalega er þetta gott fyrir þess að krakka. Og, en þú veist, svo er hitt bara, ég mun alltaf vera bara sækja mér reynslu og þekkingu þjálfun sko, það er bara skemmtilega sko, það er bara að vera grúskað í því og nördast í því er bara einhvern veginn svo gaman og frábært sko. Samanlega því, það er eitthvað, það er einhver annar heimur. Maður er bara ekki meiri, maður er bara svo mikill lúði sko, Já. það er bara, ég veit það ekki, gaman. Ég veit hvað meinar. Heyrðu, við höfum verið með hérna reglulega spurninguna, hver er mesta skepnan í liðinu? Geturðu nefnt eitthvað í Breiðabliksliðinu? Ég er bara að kvíða fyrir þessa spurningu, ég get ekki sagt sko. Verður bara lamin á því? Já, ég er bara tekin að bróka þar eftir og hengtur upp á snæg sko. Já, ok. Nei, ég veit ekki. Nei, þú veist, þú veist, sumir eru bara algjör á skeppnur því þeir geta bara æft og keft og bara, þú veist, aldrei vesen og bara besti leikurinn þeirra er bara, hann er örlítið lélegri heldur en meðan leikurinn þeirra, skilju. Mér finnst það bara svona, ok, goddamn, þetta er vel sko. Ég er sammála því. Ég er meitn í huga þegar þú ert að tala um þetta sko. Kottum. Höskuldur Gunnlaugsson. Já, til dæmis, já. Skilur, hann, þú veist, vestileikurinn hans til dæmis bara er ekki lélugur sko. Alls ekki, bara langt í frá. Og hann bara æfir alltaf, skilur, og bara hugsaði vel um sig og bara fyrir þetta drengur, eiginlega úþorð, það er allt komið leið að tala vel um Högga sko. Já, en talað um Högga, þú veist, þá er hann þetta andlit Unbroken og Unbroken er með okkur í liði. Já, þannig að hann á þetta bara skilið. Ef að segja Höggi sé skeppna. Já, við skulum leiðum allan að vera skeppnum dagsins. Já. Heyrðu, þú hlustar endalaust á podcastum, sagðirðu. Ertu með eitthvað podcast, eitthvað bækur eða námskeið sem þú vilt benda fólki á í lokin? Já. Ég var, þú sást mig ekki á hann, var ég að tegja mig í síman hérna sko. En hann er aftur að tegja sig í síman og það tekur smá tíma að koma með hann. Ég ætla að reyna að bring value hérna. Þannig að ef fólk er svona að hlusta og er svona, mér langar í alvörinu að læra og mér langar í alvörinu að vita hverju að sækja mér vitneskju, þá vil ég gefa hana. Já, ég er ánægður með það. Þannig að kemur MK-ingurinn í þér, MK-kennarinn kemur upp hérna. Já, sko, bækur, einfalt. Þú tekur Charlie Francis og lest hana þá til kantana og skilur hana. Bara, þú veist, já. Hún er ekki eins og löng ef maður rétt. Nei, hún er bara mjög þægileg. Þú veist, hann er með alls konar bara þægilegt. Mjög gott. Og vitið það, þið getið fundið henni PDF-skjali á Google. Já. Ég er með hann þannig tölunni. Keyptir hann ekki? Nei, ég var bara fátingan ósmaður. Svo, Já. þú veist, og svo, Ekki ég heldur. Að lesa yfir glósurna sem ég var að glósa á þessum tíma. Það var einhver fyrirlestur Dan Pfaff og úr þessari bók og maður var alveg svo klúles, sko. Það var svo geggjaður tími, sko. Hérna, sko, ef þú ert að tala um fótbolta þá ert alltaf með Pacey Performance. Frábær podcast. Já, hann er einhvern veginn bara geitinn þar. Já. Og bara, og þú veist, og það er það sem hann vill, sko. Þú veist, ef þú talar ferð alltaf að leita í rannsóknir og alltaf að tala um einhverja rannsóknarmenn, þá eru þeir alltaf að segja einhverja hluti sem hún veist bara, skilur við. En leið þú ferð að tala um einhvern gaur sem er bara búin að vera í þessu í 40 ár og hann er að vinna með bestu íþróttamönnum í heimi og hann er bara að segja mér, nei herri, ég ger þetta bara svona og það bara svín virkar. Og það er ekki til eiginlega einhverja rannsóknir um það og það er ekkert sem bakkar það upp eða svona. Þá er ég bara, herri, ég er að fara að keyra þetta. 100%. En því að stundu tekur líka bara x mörg ára að láta þessa rannsókn ganga upp. Já, bara. Og fylgja henni eftir. Já. Og reyna aftur, þannig að ef þessi gæði er búin að gera þetta x lengi, þetta bara það maður að fylgja því sem reynsluboltinu hefur gert. Já, þannig að þú veist, mér finnst alltaf best einhvern veginn mitt, bara að hlusta á fólk sem hefur gert þetta lengi, sko. Þannig að ég segi bara, ef þú er áhuga á þessu og bara ert að stíga en fyrstu skref, hringdu í Gauja. Segðu bara, blessaðu Gauji, má ég koma inn og spegla þig eitthvað, sko. Eða þú veist, eða hringdu í einhvern, þú veist. Það er bara best að læra svoleiðis. Sko, svo ef þú ætlar að vita eitthvað um Sinar, þá viltu tala um Jake Tura. Hann er Sinar, hann er Sinargeitin. Hann er svona eini maður sem er eitthvað að tala um þetta, sko. Allir aðrir bara einhvern veginn, já, Sinar, ok, cool. Mér finnst nú ekki Kaldi Íts líka alltaf í einhverjum Sinar pælingum.
Er það, mér finnst ég alltaf bara að hlusta á sama podcast hans, aftur og aftur. Það Hann segir alltaf sömu Mike, brandarana. Mike, let me tell this. Svo segir hann alltaf sömu söguna, ég bara, segir mér þetta 5 sinnum, sko. Það er saman með Buddy Morris, ég er bara að hlusta á sömu brandarana síðan 2013 með honum sko. En við erum alltaf að gegja það sko. Jú, hann er náttúrulega með þetta, hann er klálega með þessa sinna pælingar líka, sko. En bara svona, ég er svona uppbyggingu sinna og svona hvernig Já, það halda já, þeim já, healthy og svona. Já, En svo aftur, ef þú ert ekki með neitt sinna vandamál, ekki verið spáið, það verður bara vesen. Svo er podcast sem heitir From Paper to Podium. Þeir tóku, þetta er bara, þú veist, þetta er gamalt podcast, þeir eru hættir að gefa út. Þeir tóku Harry Maguire. Þeir tóku hann og ekki tóku hann kom hann og talaði eitthvað við þau og fleiri. Við erum að tala bara næringu íþróttamanna og næringu fótboltamanna. ég hef aldrei heyrt um þetta. Nei, þetta er hérna, þetta er gæðin sem gefa sís vörunar allar. Ok Og það sem þeir gerðu eiginlega, þeir sögðu bara allt sem þeir vissu innan gæslappa í 7 podcastum og svo bara, herðu, við erum búin að tala um allt. Let's go, höldum áfram, seljum vörunar okkar. Já, þannig að þetta voru bara nokkri þættir, svo er þetta bara búið einhvern veginn. Ok, En þú veist, bara mæli með fyrir fótboltamenn, sko. Já, Eða bara frábært. íþróttafólk, Bara því það frábært átta að svo vita ekki á því, það er bara, já, það er bara verið í betra formi og bara búin á því en þetta er 63 mínútur. Eða var það kannski út í búin að geta neitt og ást ekki neitt í gær og ert ekki búin að drekka neitt og það bara er ekki orka á kerfinu. Og þetta er styrklu formi, sko. mjög algeng Já. vandamál. Og svo er eitt langsóttu kannski svona sem ég hef lært mjög mikið af en ég veit ekki hvort að fólk sko Joel Smith, Já, Just Fly, já. þú veist, hann er að fá svona alvöru nöttara til sín, sko. Mér sko fyrstu 200 þættinni gegja þér. Já, það er eitthvað svipað með mér, sko. Bara Svo ég hef á ég að hlusta á hvern einasta, svo er ég aðeins- ekki búin að hlusta núna Nei, nýlega en ég veit ekki alveg, sko. Aðeins fjarað út hjá mér sko. Já, ég er En- svona þannig að ég er kannski smá hypocrite en ég Hann bara, var einmitt, fyrstu rosalega- 200 Já, bara þá voru hann að tala alveg nöttara svo ég voru búin að gera alls konar nöttara hluti geggjaða hluti og til Frábært, dæmis sko. Og það var pælingar alveg- með fótinn og svona sem Já. að ég tók endalust frá Já. og vandamálið mitt með þessa þætti, ég veit ekki hvað, ég hef keypt marga bækur út frá því að vera að hlusta fólk tala um hluti já. þarna sko. Þannig að, já, frábært En þú veist- podcast. en svo líka bara málið svo er bara, eins og þú gerir örugglega líka þú veist, þú keftir marga bækur frá að hlusta á einhverjum podcastum þú veist, svo ertu bara að hlusta á einhver Pacey eða Joel eða eitthvað og þú ert að hlusta á einhvern gaur og bara, heyrðu, djöfull, þetta geggjaða gaur og allt í einu ertu bara að followa hann á öllum miðlunum þú Já. ert bara að googla, og sjá allt sem hann er að gera og þá einhvern veginn bara þú fær svo mikla vitneski, þannig að það er, þó hann sé bara í podcast í 1,5 tíma og segja einhverja bara frábæra hluti en þá er þetta líka, varstu bara einhvern veginn svona, heyrðu, svo er ég bara ennþá að fylgja þessu gæja 7 árum seinna, sko. Algjörlega, og færi alltaf dýpr og dýpr þekking á ákveðnum atriðum og Já. svo eru þeir þarna og ef þau vantar alltaf inn í pælingarnar er ég alveg rétt fyrir þessi gæma, ég ætla að kíkja á samfélagsmiðlum og svo bara dettum af bara sko í því líkt flotta pælingar Já. í kringum einhvern ákveðin Já, vandamál jafnvel, Já, eða hvað já. kallast já, eða við þurfum að uppbyggingu á ákveðinum systemum með whatever sko. Þannig að þetta var frábær listi hjá þér Aron, já, podcastlistin. podcastlisti maður, ég mun hlusta á þetta aftur, ég læra að muna hvað þetta podcast hér þarna með næringunni, ég er aftur búin að gleyma því. From paper to podium. Paper to Podium. Getur þú bara skrifið sko SIS, hérna, Ok. þeir gefa þetta út sko. Ok, Þeir gefa út, frábært, hérna, frábært. Orkugilinn og allt. Heyrðu, geggjað. Takk hérlega fyrir spjalli kallinn minn. Takk fyrir mig. Búið að vera virkilega gaman að spjalla hérna við þig senastu 3 korterinn. Já, og ekki nú með það, við tókum 3 kortir fyrir líka sko. Já, við erum bara að taka upp 2 þætti á þess að taka upp sko allan. Heyrðu, frábært, takk fyrir. Takk, Heyrðust. takk. Bless, bless.